Óli Þór, framkvæmdastjóri Keilis. Herðu, það var víst önnur keppni í gangi, sem sagt bara, ja, sem sagt hvaða klúbbur heldur bara flottast Íslandsmótið og til hamingju, Keilir á titilinn. Já, ég veit nú ekki alveg hvað það en bara þér að segja, þá vorum við síðast með þetta 2017 og ég hef nú verið það heppinn að vera í að lýsa Íslandsmótinu í golfi öll þau ár á milli og notið þess mjög og ég hef alltaf haft svona viss að sýn á þetta og þessi sýn sem að birtist okkur núna í ár í rauninni bara afrakstur þess að fá að taka þátt í þessu í gegnum tíðina og sjá svona hvernig við getum þróað þetta áfram. Já. Hvenær ákvörðin tekin að þið haldið mótið? Er það hvað fyrir ári eða hvernig? Það í rauninni 3 ár síðan. 3 ár síðan? Já. Við vorum miklum breytingum á vellinum. Já. Sem í rauninni, ég má segja það, Íslandsmótið í golfi sé í rauninni lokakaflinn í þeim breytingum. Það var alltaf þannig að þegar völlurinn væri búinn að koma sér á legg og allt væri komið svo á að vera, þá ætluðum við að halda Íslandsmótið í golfi. Og þetta í rauninni bara svona 10 ára saga sem í rauninni búið að setja endapunkt við. Já, þessar breytingar á vellinum, 10 ára. Já. Og ekki bara gríðarlega ánægður með völlinn? Ég allavega hann virtist nú koma ábyggilega út í sjónvarpi og sem keppnisvöllur var vonandi að sanna sig. Ég held að það sem að við reyndum að fá út úr þessu hafi svona nást að mestu leyti og eiginlega nást öllu leyti. En þetta bara mjög spennandi og bara mjög gaman að fá að eiginlega klára þetta með þessu stóra viðburði. Já. En svona þessir 4 dagar sem mótið búið að vera í gangi, þetta ekki búið að vera langir dagar á þér? Ekki mörg að huga? Jú, sko í rauninni lykillinn af árangri í þessu að safna góðu fólki í kringum sig. Já, það var greinilega rosalega. Hvað þetta margir sjálfboðaliðar? Já, í heildina þetta 120, 25, 30 sjálfboðaliðar. Ég svo sem líka ekkert yfir Excel-skjölunum að telja það. Nei. En í rauninni í aðdragandanum þá fór ég og náði í svokallega verkefnastjóra eða lykilstjórnendur til þess að sjá vissa hluti fyrir bara okkur og okkur sem starfa að þessu og það í rauninni gerði að verkum að öll eftirvinnan og allt í kringum þetta var mjög þægilegt. Já. Við settumst líka niður allt starfsfólkið sem náttúrulega með ótrúlega reynslu, það Birgir Björn, Vikar Jónasson sem dæmi, Tinna Jóhannsdóttir kom að þessari vinnu, margfaldur Íslandsmeistari, við erum með Birgir, hvað fleiri, Haukur Jónsson vallarstjóri, ég að gleyma ykkurum, en allt þetta fólk sem vinnur hjá okkur, Hrefna í eldhúsinu. Við byrjum að tala þetta á vikulegum starfsmannafundi fyrir ári síðan og það var bara sagt að héðan í frá væri Íslandsmótið í golfi á dagskrá og hverjum einasta fundi akkurat frá því að mótið í Keflavík kláraðist, þá hefur að vera dagskrá hjá okkur. Við sömdum 40 eða 50 blaðsíðna handbók yfir hvert einasta ferli sem átti sér stað og það sem ég núna stend upp með og ánægðastur með að við fórum eftir öllu í handbókinni. Þannig að það sem að sást hér var nákvæmlega það sem átti að sjást. Það voru engar uppákomur. Fólkið leysti bara sín verkefni rosalega vel úr hendi, fékk flott fólk með sér og það lykillinn að þessu, það fólk. Og öll umgjörðin og það var svo gaman að sjá þessa skjái, hvernig var þetta að fylgja. Þetta eitthvað nýtt. Þið eru með þetta fanzone, ég tók nú við til þar í dag. Manni finnst þess að sé búið að færa standardin svolítið, bara upp það ekki. Þurfum ekki þeir í að gera? Ég hef engar áhyggjur eitthvað gerir þetta mjög vel og það gerir þetta allir vel. Já. En ég get alveg ekki að við svona ætluðum að ná vissu fram. En við ætluðum ekki að vera með, það var engar stórar yfirlýsingar og ekkert svoleiðis. Við vildum bara í rauninni búa til umgjörð sem að kylfingar sem að keppa og þeir sem kom í heimsókn á völlinn myndu taka eftir að þetta væri þessi virði að í rauninni fyrsta lagi keppa í Íslandsmótinu í golfi og í öðru lagi að verða gestur og áhorfandi og taka þátt í að styðja við okkar bestu kylfinga. Íslandsmótið gengur út á það. Einmitt. Ég segi það fyrir mig, þvílík þjónusta við allavega eins og mig hjá kylfingi og ég efast ekki að rúvararnir hafi
fengið jafngóð ef ekki betri þjónustu. Maturinn hérna alveg, manni leið bara eins og maður væri á bara einhverju Michelin veitingastað og ég held maður komi bara hérna stundum bara þegar maður í bænum að komi bara að borði hérna. Við erum heppin að hafa bara alveg frábært fólk hérna í eldhúsinu og hérna og í rauninni bara allir lykilstjórnendur eiga þetta sem að vinna hérna dagstaglega. Og metnaðurinn og samheldnin búin að vera alveg með ólíkindum. Og líka það sem að mér þykir hvað skemmtilegast að klúbbfélagar, bara hérna almenni klúbbfélagi, hann sameinaðist þetta verkefni og leta okkur líta vel út. Þú veist, aldrei gleyma því að þetta ekki hægt án þess að hafa fullt af fótum, fullt af höndum og það það sem að stendur upp úr í rauninni. En þú mynd væntanlega sofna sáttur á koddanum í kvöldið eða ekki? Jú, ætli ég verði ekki sofandi í viku eða Herðu, bara til hamingju með frábærlega vel lukkað Íslandsmót. Takk fyrir og takk fyrir komuna. Karen Lárusdóttir, segðu mér, hvert þitt hlutverk og bara hvar erum við stödd núna? Við erum hérna í veitingatjaldinu, það Fansón, sem verið að sýna stöðuna og svo barna- og unglingastarfi með kaffisölu og vöfflur og alls konar kryðri til þess að styrkja æfingaferðir og aðra ferðir sem þau eru að fara í. Þannig ert þú í einhverju foreldraráði? Já, ég er í foreldraráðinu. Við erum ég man nú ekki alveg hvað við erum mörg í foreldraráðinu en foreldraráði heldur utan þetta. Og það hefur ekki verið áður svona Fansón á Íslandsmótinu í golfi það? Ekki svo ég viti til. Mér skilst að þetta sé svona, svolítið uník fyrsta skipti. Já, eitthvað segir mér að ef það er að keppa það að halda glæsilegt Íslandsmót, þá held ég að Keilir sé með titilinn. Ég myndi að segja að þetta væri ansi hátt skor hjá okkur. Það búið að vera rosalega flott og allir þessi skjáir inni og skjárin við næstu holu. Já, golfklúbburinn er alveg búinn að leggja sig 110% fram og gera þetta alveg svakalega vel og allt utanumhald og skipulag og stuðningur bara golfklúbbsins við til dæmis barna- og unglingastarfi að hafa þessa sölu alveg frábært. Já, hvenær fæddist þessi hugmynd að vera með þetta? Herðu, ég er nú ekki alveg viss hvenær hún fæddist en það ætli ekki svona mánuði síðan að við dæmdum okkur í allavega svona hugmyndina í kringum þetta, fengum þetta til okkar. Já, og margar hendur vinna létt verk eða ekki? Algjörlega, við gætum þetta ekki bara á einhverjum örfáum höndum. Það koma krakkarnir alveg frá 10-11 ára og upp úr og búa til vöfflur og afgreiða og fylla á og gera og græja. Hvaðan kemur tjaldið, þetta veist? Þetta leikt eða? Já, það er leikt held ég. Þú er ekki alveg hvort það sé skátar sem eru að leigja þetta. Og hvað, þetta búið að vera svona alla dagana eða var þetta bara núna helgina? Nei, síðan á fimmtudaginn. Við settum upp miðvikudagskvöld og erum búin að vera með opið bara alla daga frá 11 til 6, 7 Ertu með einhvern cirka fjölda, hvað heldur, ekki búið að vera mikið rúllir í? Jú, þetta byrjaði svona hægar á fimmtudag og föstudag. Já, heila fólki vinnu og annað kannski. En í gær þá bara sprakk þetta og við vorum með bara fullt tjald frá svona 2 og þangað til síðasta hálfa farið, man ekki hvort það hafi verið milli rúmlega 5. Allar vöfflur nánast kláruðust bara? Já, við þurftum að senda neyðar hlaup yfir allan golfvöllinn til þess að fara og sækja rjóma þegar við sprengtum algjörlega fram á okkar björtustu vonum vöfflusöluna. Er það ekki bara lúxusvandamál við að glíma? Ég myndi segja það er heldur betur lúxusvandamál. Og ekki nokkuð ljóst að sá klúbbur sem heldur Íslandsmótið næsta ári, það búið að setja bara markið. Það búið að setja standardinn ansi hátt. Standardinn mjög hátt. Bara hlakka til að mæta þar og geta komið og keypt vöfflu og styrkt barnastarfið þar. Já, en segðu mig, hvað er þetta öflugt barna- og unglingastarf hérna í þessum golfklúbbi til þess? Hvað eru margir krakkar að æfa? Nei, ég er nú ekki með að hreinu hvað eru margir krakkar að æfa en barna- og unglingastarfið er mjög öflugt og það er frábært utanumhald með frábæra þjálfara og frábæran íþróttastjóra og afreksstarf sem eru alveg óþreytandi við að styðja krakkarna og hjálpa þeim að vera góðir kylfingar og það hefur farið aukist fjöldinn í allavega yngri flokkunum í ár.
Svo í sumar eru búin að vera sumarnámskeið þar sem búið að vera bara fullt af fólki, eða fullt af krökkum, ekki fólki. Og hvað yngstu krakkarnir? Yngstu krakkarnir eru, ég er nú ekki alveg með það á hreinu, 6 ára, 5-6 ára. Já, bara cirka svona skólaaldurinn að þá, já, cirka svoleiðis. Þannig að sér þið alveg minni, sko, koma með foreldrarna með pínlitla kylfur hérna, sko. Og hvað með þig sjálfa? Ert þú í golfi? Já, ég er í golfi. Ég byrjaði nú bara einhverju viti má kalla í sumar. En ég á 2 dætur sem eru búin að æfa í nokkur ár og stóran strák sem reyndar hættur að æfa. En þannig að þá var ég eiginlega nauðbeygð til þess að fara í golfið og ákvað það svona eftir ég var búin að eyða öllum sumrum út á golfvelli. Ég get alveg spilað þetta bara. Já. Og þetta rosa gaman, fjölskyldan öll saman og hvernig gengur þér að ná tökum? Já, kannski hafa sem fæst orðum það. Já, láta þetta spjall bara snúast fansónu. Mitt markmið í golfinu er bara að þetta vera gaman, allavega enn sem komið er. Já, og þetta er rosalega gaman. Þetta er rosalega gaman. Og fyrir fjölskyldulega mitt fyrir ykkur að eiga þetta saman sem áhugamál, væntanlega bara alveg stórkostlegt. Það er bara geggjað og við getum, börnin okkar frá 11 upp í 20, getum spilað öll saman. Og það er öll fjölskyldan er hérna núna að taka þátt í kaffisölunni og svo leiðist, þannig að þetta er alveg klárlega fjölskylduvænt sport, sko. Og er þetta ekki líka orðið tóttið þannig bara að þú ert bara ekki maður með mönnum nema þú sért í golfi? Man finnst þetta að aukist, sko, og ég segi svona síðasta víð er fallið, sko, þegar ég fór að spila golf, sko, ég og maðurinn, þannig að jú, þetta er fyrir alla að spila golf, þetta er gaman, útivera. En þú svona allavega eins og sakir standa þá nýtast þínir kraftar betur hérna í þjónustunni fansónunu. Já, algjörlega, aðstofa krakkana, ég held að það sé minn styrkleiki í dag, sko. En svo er bara að halda áfram að æfa og menn í hvað forgjöf ertu í dag, ef ég spyrja? Guð minn góður, ég held að ég er 52,8 eða eitthvað. Já, ok, og ert bara nýlega byrjuð. Já, ég bara byrjaði í júlí. Einmitt, já. Og þú væntanlega gerir grein fyrir því, þeim mun betri tökum sem hún nærið, þeim mun skemmtilega verður þetta. Þannig að ætlar ekki bara að halda áfram að æfa alveg eins og frjálæðingur? Jú, að þetta er svo gaman. Einmitt. Þetta er svo gaman, sko. Herðu, til hamingju með frábæra umgjörðina á þessu móti. Takk fyrir. Takk.